Vissir þú að dagurinn í jörðinni var einu sinni bara 5 klukkustundir? Af hverju? Svarið tengist því hvernig tunglið varð til. Þessi pínulitli steinn hér kemur frá tunglinu. Í honum varðveitt frekar mögnuð saga sem segir okkur að tunglið hafa verið til í mestu hamförum sem dunið hafa yfir jörðina okkar til þessa. Í steininum eru sannanir fyrir því að 50 milljón árum eftir að jörðin var til hafi önnur pláneta rekist á jörðina á mörg þúsund kílómetra hraða á klukkustund. Plánetan var kölluð Þeyja og var helmingi minni en jörðin. Við áreksturinn kramdist Þeyja eins og pizzadeig sem grýttir í gólfið. Hún ruddist inn í jörðina og skvetti brotum af henni út í geiminn. Jörðin hreinlega bráðnaði og afmyndaðist og dúaði eins og hlaup. Rauðglóandi grjótureyk þeyttist út í geiminn og myndaði hringgötun jörðina. Hluti af þessu efni hringdi yfir jörðina aftur en hinn hlutinn þjappaðist saman í nýjan hnött, tunglið okkar. Þessi kenning kallast árekstrarkenningin og hún útskýrir ekki bara hvernig tunglið var til, heldur líka af hverju jörðin hallar í geimnum. Þegar tunglið myndaðist var það miklu nær okkur og margfalt stærra á himnunum en í dag. Dagurinn í jörðinni var þá líka miklu styttri, eða aðeins 5 klukkutímar, og í einu ári voru þá 1750 dagar. En tunglið togar í jörðinu og hafi og það hefur smá saman hægt á snúningi jarðar, svo dagurinn hefur lengst og enn að lengjast. Á tímum risaeðlanna voru 23 klukkustundir í sólarhringnum og eftir 1000 milljón ár verður dagurinn 25,5 klukkustund. Svo ef þið vantar fleiri klukkustundir í sólarhringinn, býttu það bara. En í staðinn fjarlægist tunglið jörðina. Apollo-geimfararnir skildu eftir spegla á tunglinu sem virka eins og endurskinsmerki þegar við skjótum leysigeisla á þá. Speglarnir sýna að tunglið fjarlægist jörðina 4 cm á ári. Þessi yndislegi nágranni okkar hefur haft mikil áhrif á þróun lífsins á jörðinu og það einmitt að hluta til tunglinu að þakka að þú ert til. En þú getur lært meira uppruna tunglsins í bókinni minni Hamfarir.